Daniel Andri Halldórsson, þjálfari meistaraflokks kvenna. Danni, nú ert þú að fara að heyja frumraun þína sem þjálfari í fyrstu deild, eða bara í meistaraflokki. Hvernig leggst tímabili hjá stelpunum í ykkur? Það leggst bara ágætlega í okkur, sko. Við erum komið með stóran og spennandi hóp, ungum stelpum, bæði uppöldnum og utanaðkomandi. Og ég held að séu bara allir mjög spenntir fyrir vetrinum. Fyrsti leikurinn er á föstudaginn, útileikur gegn Ármanni. Hvað veistu andstæðingarna? Þær bara eins og við stofnuðu bara lið í fyrra upp á nýtt og eiga þá ársforskot á okkur að æfa saman. En þær eru bara með hörkulið og góða mannskap. Það er Jónína sem var leikmaður ársins eða leikmaður tímabilsins í fyrra, fyrst til kvenna. Hún er leikstjórnandi í þessu liði og það verður bara skemmtilegt að reyna að leysa úr planinu þeirra eitthvað. Ármann með hörkulið, en viljum við ekki meina að við séum líka með hörkulið? Jújú, sjálfsögðu erum við með hörkulið líka. Og þær verða klárar í slaginn bara núna á föstudaginn. Við erum með marga sterka leikmenn eins og til dæmis Heiðu sem leik nú í úrvalsdeildinni á síðasta ári og svo Karen og Marín og fleiri stelpur sem eru reyndir leikmenn þótt ungar séu. Já, það er alveg rétt. Það eru ef mér skjátlast ekki 4 stelpur sem hafa komið við sögu í yngri landsliðum, jafnvel 5. Síðan náttúrulega Heiða úr efstu deild. Fengum líka frábæra viðspot Hrafnhildi frá Snæfell, Kötlu frá Ísafirði og þetta bara, hópurinn er að slípast vel saman og á alveg pottit eftir að skila góðum árangri í vetur. Í stuttumáli, hvað spyr ég svona því þig, hvernig lið ertu að setja saman? Hvert er stuttasvarið í því? Við erum að setja saman metnaðarfullt lið með háleit markmið. Lið sem keyrir á hraða eða hvert eru leikskipulagið? Á þess að gefa mikið upp, þá jú, okkur finnst gaman að hlaupa og munum hlaupa mikið í vetur. Þú ætlast til þess að hlaupi? Að sjálfsögðu. Svona, fyrsti heimaleikur, hann verður í, fimmtudeginum í næstu viku og þá er það, hverjir koma þá í heimsókn? Nú set ég sjálf mig í smá vandræði. Við fáum Snæfell í heimsókn á fimmtudaginn og þetta er mjög þétt skipað í upphafi árs. Þriðjudaginn eftir það, þá förum við að spila við nýtt lið Aþenu við hann Brynjar Karl og sá leikur verður sýndur á Stöð 2 Sport, einn af fáum. Það er ekkert annað? Nei, mjög spennandi nýjungi þessa deild. Hvernig lið er Snæfell núna? Þetta er náttúrulega lið sem hefur á undanförnum ári verið í toppbaráttu og meistarar og ég veit ekki hvað og hvað. Veit nú ekki mikið þær. Ég veit að þær eru þunnskipaðar með Íslendinga og held að það verði bara fyllt upp í með útlendingum, þannig að þær verða ánægja með sterkt lið þó að þær séu fáar. Þannig að þetta verður hörkuspennandi vetur framundan. Já, ég held að við séum alls ekki eina liði sem stefnir á að fara upp. Við ætlum að spila á höllinni í vetur? Jú, spilum í íþróttahöllinni. Æfum sitt á kvaði í Glerárskóla og íþróttahöllinni. Það er nú ekki ónýtt að æfa í Mekka körfubolta, sjá hver er í? Alls ekki, frábær aðstæða hérna. Þannig gangi ykkur vel. Takk fyrir það.